Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin til Stundarinnar. Umræðuefnið eitthvað Guðs orð og það kemur bara ljós hvað það síðan er. En við væntum allavega góðrar lexíu. Við fáum þær oft hér og það er ekkert óeðlilegt við það því að hér ertu bara að horfa og hlusta á Guðsmann. Þegar hann kemur fram í Jesú nafni, þá máttu líka búast við og áttu líka að vænta góðs efnis nákvæmlega Guðs orðið og Guðs verkið. Og reynslan þetta hjálpar manni þarna alveg gríðarlega eins og alltaf áður. Þú öðlast reynslu með því að gera það sem þú ert að fara að gera, stunda það, rækta það, spá í það, velta því fyrir þér og þá nærðu líka betri árangri og betri árangri og maður sem að gefur sér Guði og vald á ekki að líða neitt annað en að skila af sér því allra besta sem hann mögulega og hugsanlega getur í hvert sinn. Þannig að það er ljótur siður hjá Guðsmanni sem segist vera Guðsmaður og er Guðsmaður, við veistum ekkert það. Ef hann ekki að gera sitt allra besta í hvert sinn sem hann stígur inn í Jesú nafn. Já, við stígum inn í Jesú nafn. Við fylgjum þessu Jesú nafni og að því að við förum alla leið með þetta, þá líka gerum við það sem hann er að segja og hann er að bjóða. Og hvað er hann að bjóða? Ég get alveg sagt þér hvað hann er að bjóða. Hann er ekki að biðja þig að tala fína húsið, það er flott og allt það. Nei, hann er að biðja þig að tjá þig það sem Drottinn er að gera fyrir þig í þínu lífi. Og þetta allt saman staðfestir þú með orði Guðs að því að þú ert að lesa það. Þannig að þú orð Guðs hjálpa þér við það að gera það sem Drottinn er að bjóða. Og við höfum ekkert leyfi til neins annars en að gera það sem Drottinn er að bjóða. Og hvað er hann að bjóða? Ég veit ekki köllun þína, en hann býður kölluninni minni til að mynda að gera þetta verk sem að ég hef gert hér og byrjaði á fyrir, ætla sér ekki að verða 30 ár, ég hugsa það. Og þetta staðfestir það eins og hér hefur oft verið sagt að Drottinn tjaldar ekki með menn til einnar nætur. Notar það og svo, ok, þú skilaði góðu verki að þér, nú getur þú farið hvert sem þú vilt. Nei, þú ert í hans ranni, þú ert undir köllun þinni svo lengi sem þú lifir. 30 ár og meira hef ég verið kölluð manneskja af Jesú og ég er ennþá að gera þetta sem ég hef alltaf gert og ég sé ekki að ég sé neitt að fara úr því. En ef að Guð vill færa mig þá bara gera svo vel, þá gerir hann það. En sjálfur er ég ekki að biðja neina færslu. Sjálfur er ég einungis að biðja það að fá að þjóna Jesú áfram. Og þetta er gott að þjóna Jesú. Það er mjög göfugt og yndislegt að þjóna Jesú. Og ég vildi að allir menn þjónuðu Jesú og ég trú ekki og skil ekki menn sem að segist vera með Jesú í hjarta sínu en eru í raun og veru ekkert að þjóna honum, eru bara að sprikla út borg og bí í eigin erindum. Þetta þurfum við að sprikla borg og bíin og milli í eigin erindum en ef við erum ekkert að sinna verkinu sem Drottinn setti upp í hendurnar á okkur og því að það hafa allir verk sem á annar borð trúa, þannig bara er það. Þá var nú eitthvað skólast til hvað hugtæki trú varðar. Og það er líka mjög gott fyrir okkur að fá svona áréttingu, hvort sem það er frá mér eða einhverjum öðrum, að gera það sem að Drottinn hefur boðið. Þú veist hvað hann hefur boðið þér, en ég má síðan spyrja, ertu að gera það? Ekki svo að skilja mér komið að neitt við, en ég spyr nú samt, ertu að gera það? Ég veit það ekki. Ef að þú ert að því, hvort sem ég veit það ekki, ég veit þetta ekkert allt,
þá bara til hamingju með það. Því þá ert þú að gera það sem að Guð hefur ætlast til að þér og þú ert leið að gera það sem hann vill sjá gerast fyrir þínar hendur. Það sem hann vill sjá gerast fyrir þínar hendur er ekkert endilega á og fyrirfram eitthvað sem hann vill sjá gerast fyrir mínar hendur. En það sem hann býður mínum höndum að gera og mínum munni að tala, það skal ég gera. Þetta er eitt af því sem hann hefur kallað mig til. Það er að tala út Guðs orð á þessum stað. Ég hef ekki mikið eiginlega og ekkert verið að gera það á öðrum stað. En ég hef gert það hér, kannski ekki alltaf alveg reglulega, en inn á milli allavega kem ég í djöpið. Af hverju? Drottinn bara biður mig það. Og ég fer, kannski ekki alltaf, en ég fer oft. Af hverju ferði ekki alltaf einu minn? Ertu orðin leiður á þessu? Nei, ég er ekki orðin leiður á þessu, en bara svona í lífið. Við erum ekki alltaf fús og falleg til þess að fara, taka á sprett þegar Guð kallar. Ég veit að þú þekkir ekki þetta og ég er til hamingju með það. Ég þekki það. Þannig að ég þarf stundum að slást við þetta. Slást er nú kannski of mikið að segja, en ég þarf stundum að togast á við þetta. En yfirleitt þegar það kemur þá gef ég mér nú á endanum. En stundum hefur maður alveg frið fyrir þessu að fara og gera þetta, en þá náttúrulega er ég ekkert að því. Við verðum að athuga það að Drottinn, ef hann vill hafa þetta svona, þá bara gjör það svo vel. Þá gerir hann það. En ég er tilbúinn, hef alltaf verið tilbúinn þegar Drottinn hefur, kannski á mikið að segja að ég sé alltaf tilbúinn, en ég held ég megi nú segja það mér til hróss að ég hef nú gert það allavega þó stundum hafi maður verið að tókast á við það. Það er allavega betra heldur en að gera það ekki og betra heldur en að hafa enga hugsun hjá sér í þessa átt. Við erum að gera eitt og annað og fullt af verkum, það vantar ekki. En hvað af þeim eru Guðs verk og hvað af þeim eru verk sem að Drottinn hefur beðið að þú gerir? Ég veit það ekki. Kannski, en ég veit eins og að kallaður maður trúa að hann hefur köllun til að gera eitthvað í Jesú nafni, en ég veit ekkert hvort hann er að því. Þess vegna verðum við alltaf að brýna hvern annan og hvora aðra í þessa átt. Við erum að hvetja menn í þessa átt, af því að þarna þarf hvatningin að vera, þarna er hvatningin mikilvæg vegna þess að stundum erum við á þeim stað að við viljum ekkert með þetta hafa. Ef þó við viljum ekkert með þetta hafa, þá er ekki þar með sagt að við séum ekkert að gera. Við erum allavega ekki að sinna þessu verki sem er ljóður á ef við gerum og slugsum með aftur og aftur. Þetta er einhvað sem hver maður trúar að maður þarf að takast á við, einn og sér. Ég get ekki tekist á við þetta fyrir þig, frekar en þú getur tekist á við mína leti fyrir mig. Nei, hún er mín, ég þarf að yfirvinna hana, eins er þín leti og svona, leti segja það bara, eitthvað sem þú þarf að takast á við. Eina sem ég get gert og þú fyrir mig er að við getum hvatt hvort aðra, hvort annan og hvort annað. Þess vegna erum við systkini, við hefum sömu trú, við hefum sama Jesú og stundum jafnvel sama söfnuð. En misjafnt aðhafist hjá hverjum einum vegna þess að stundum bara nennum við sig ekki. Er ekki? Er það slæmt? Auðvitað er það slæmt. Það er alltaf slæmt þegar við nennum ekki að gera það sem Guð er að kalla, því það hef ég lært og það veit ég að í hvert sinn sem hvort sem ég að þú stígum út, þá er einhver sem þarf að heyra það sem Drottinn vill segja við þennan og hinn. Ég veit ekkert hverjir horfa. Ég veit ekkert hverjir taka eftir. En Drottinn veit það og hann, ef hann vill, þá getur hann sett einstakling, mann eða konu, á þennan stað þar sem þessi kall er að tala. Ég þarf ekkert að vita það. En samt hef ég alltaf verið með það á hreinu að víst er gagn af þessu. Sé ég eitthvað gagn? Æ, kannski ekki.
En ég veit, trúi mín segir að þetta gagnlegt verk, að ég veit hver kallaði mig í verkið. Ég að sinna köllun minni og ég veit, hef lært það og séð margoft að hann ekkert að láta mig hafa tóma botnlausa tunnu sem ég eis og eis í og það kemur ekkert í. Nei, það gagnaði sem að verið að gera hvort sem hann heitir ég eða þú. Þannig að það alltaf akkur í því að þjóna Guði. Og nú dagur í dag til að þjóna Guði. Og hvað ætlum við að gera? Bíða aðeins með þetta. Það betri tíma á morgun. Og láta bíða eftir einhver annar gera það. Því hann hefur svo miklu betri talanda, segjum við. Þetta litli maðurinn í okkur eða litla konan í okkur að tjá sig. Og hún á að læra að þegja. Og þú getur alveg látið hann að þegja. Því að þú ert bara manneski eins og hver sem er. Já, gild og góð og hver sem er. Ef þú velur hins vegar að vera ónýtt manneskja, þá það ekkert mál. Og þá ertu bara ónýtt manneskja. Til lítils gagns fyrir Drottinn, en það röng breytni. Þá vera mikið gagn af verkum okkar fyrir Drottinn. Við eigum að vera upptekin við að vera með gagnsemi hvað Guð varðar. Margir það. Áratugum seinna þeir ennþá í framlínunni, ennþá í eldalínunni, engin bilbúgur. Við erum það. Horfum á þetta fólk og leyfum því að kenna okkur. Ekki kannski með orðanum, það búið að segja alveg nóg, en við getum lært að verkanum sem það að gera. Góðum verkum. Það alltaf til fullt af verkum allstaðar. En hve mörg af þeim eru góð og hvað eru góð verk? Ég segi að Guðsverkið gott verk. Alveg 100% Guðsverkið gott verk. Við höfum að temjast okkur við það allra besta. Og þá Guðsorðið og Guðsverkið það eina í raun og veru sem í boði. Þetta ekki höfð mikið sagt, Konráð minn. Þetta bara sannleikur. Þú gerir að þú vilt gera gott. Þá gerir þú Guðsverk. Gott í hinum hugsuninni svona lotterí. Var það svo gott? Var þetta ekki bara einhver tækifæri mennska fyrir mig og þig að fara í þetta? Fyrir okkur sjálf. Það alveg mögulegt. Ég ekki að segja það alveg mögulegt. En þegar þú þjónar Jesú í heilsteyptri trú sem ég veit að þú gerir, þá þú ekkert að hugsa neitt þetta. Þú bara ferð og gefur einhvern 5.000 skall. Þó þetta sé síðasti 5.000 skalliðinn vegna þess að Guð baði það. Það baði það, bara sagði þér að gera það. Og þú náttúrulega slóst við þetta því að þetta var síðasti aurinn þinn. Hvað með mig, getur þú sagt? Hafði ekki á að gera því, ég mun vel fyrir sjá og þú líðir, strákur sem líðir og gerir þetta verk. 25 mánuð síðan eða 30 árum síðan ertu ennþá, sprækur og hress. Þráttir að þú hefur gert því blankan þennan dag fyrir, kannski upp undir 30 árum. Aðalatriðið að Guð sér vel fyrir. Og þetta trú sem hann vill gefa mér og þér. Áttu til þessa trú? Spurðu þið að því, ég þarf ekki að vita. Spurðu þið að því. Treystur Guði 100% fyrir öllu þínu lífi? Spurðu þið að því sjálfur. Ég þarf ekki að vita svarið. Hef ég spurt mig að því? Ég hef gengið með Guði í fullu trausti frá byrjun, Ég tók þetta nú strax mjög alvarlega. Og kannski ertu bara mér við hlið hvað það varðar, ég ekki eitt þar. En maður sér menn vera svona hálfvolga í þessu og virðast bara ætla að vera það. En ég veit hins vegar að nýbyrjaður, hann veit náttúrulega allt trúna nýbyrjaður, en veit í raun og veru ekki neitt og hann á eftir að læra og ef hann gerir þetta rétt, leyfir bara Drottni stýra sér og stjórna, þá rjáttlast vitleysan af honum og alvaran í Guði stígur fram. Og þá getur Drottinn byrt þann mann sem að kalla þig.
Við þurfum að vinna með Drottni. Við þurfum ekki að vinna fyrir hann. Við þurfum að vinna með honum. Hvað merkir þetta? Þú gerir það sem hann er að segja. Og hvað er hann að segja við þig núna? Taktu þér tæki. Gerðu það sem er rétt. Gerðu það sem er Jesú nafn. Til dýrðar og loss. Það er þetta sem maður vill að trúa að það gerir. Þetta er nú höfum mikið sagt að segja þetta. Þetta er ekki of mikið sagt. Því að þetta er sannleikur. Þú ert komin á nýjan stað og nýji staðurinn sem þú ert á býður ekki gamla mannin fram. En hann getur komið fram en hann er þó bara þinn vilji. Þannig það er alvöru mál að vera trúið manneskja. Nú ferum við hrollu. Ég sé það á þér. Þetta er engin hrollvekju boðskapur. Þetta er sannleikur. Þetta er eitthvað sem að maður þarf alltaf að vera að glíma við. Aftur og aftur. Alls konar spurningar sem koma upp á göngunni. Hefur komið upp í mínum huga til hvers maður er að þessu. Ég manna nú reyndar ekki en ég er alveg 100% vissum að það atvik hefur gerst. Þegar ég er ekkert öðru sem þú. Ég hef þurft að glíma við þetta allt saman frá A til Ö og í Jesú nafni sigra það. Þess er ég við þetta ennþá. Þess er ég enn í blómi eins og blóm í eggi, ekki þannig. Það skiptir ekki máli. Og ég er ekki að fara neitt. Af hverju? Því ég vill ekki fara neitt. Ég vill bara vera áfram við þetta. Það er rangt. Ég veit ekki hvað þeir finnst rangt, en fyrir mér er það mjög rétt. Þannig að við erum ekkert að afsaka okkur neitt með eitt eða neitt, við bara vinnum okkar. Já, nú verður þú alveg rogandi hissa. Það er bara líka að vinna að þjóna Jesú. Og Drottinn viðurkennir það. Hann segir það á einu stað, það er verk að við fylgja mér. Hvað er verk? Hvað er verk annað að vinna? Þannig að þjóna Kristi getur verið fyrir suma full vinna. Og fyrir marga er það full vinna. Það eru fleiri en ég sem eru bara í þessu. Og hvaða laun þykja þeir? Ég bara þykk mín elli laun. Ég man eftir því að einu sinni var ég með þá hugsun, eða svona pælingu að, fyrir gamalt fólk og ég nú, já, ok. Gamalt fólk sem er komið á elli laun. Það var farin í kirkjuna og þjóna þar. Af hverju? Það hefur framfærslu sem að ríkið skaffar. En er þetta fólk mikið það? Ég hef ekki séð mikið af þeim þar. Að þjóna þar. En fólk hefur tækifæri eða vill þjóna. Ég veit að margir hafa svona skirst við að þjóna af því að þeir hafa ekki nógu laun. Kirkjan yfirleitt getur ekki borgað negin laun. Þannig að það í sjálfum sér er bara tómt mál að tala um. En mörgu langar að þjóna. Svo komist ég og þú og við á ellilaun. Þá ertu með tryggapeninga þar. Og margir ellilauna þegar er trúað fólk. Drífið ykkur í kirkjuna og takist á við verkefnið þar. Og farið bara að tala við forstöðumann og segja, hvaða djóp hefur hann að mér? Já, við getum nú fundið eitthvað út á því, segjum það. En við erum með laun af því að við erum komin á þennan aldur. Og ég held það, ég veit það reyndar ekki, þetta er svo strangt og vitlaust eitthvað í dag. Að þegar þú ert orðinn 67 ára, þá ert þú ekki lengur neitt boðlegur á vinnumarkaði. Ég hef heyrt þetta hjá fólki, harðduglegum mönnum, sem að unnu á sama stað allar sína ævi held ég bara. 67 ára, bara voru þeim ítt út.
Og hvað ertu að gera? Spurði hann. Já, ég nú út, sagði kallinn. Hann hætti ekki neitt, en honum var ýtt út á þessum vinnustað sem hann hafði unnið eiginlega alla starfsævi sína held ég með í fullirða. Er þetta sanngjarnt? Ég veit ekkert hvað er sanngjarnt. En þetta eru reglurnar sem menn fara eftir. Og ég veit ekki hversu bjánarlegt þetta er, hvort að menn sem eru með kalla og kellingar yfir 67, hvort þeir fá sekt. Það væri svo sem eftir öðru, en ég bara veit það ekki. En það eru engar dyr lokaðar þar með, við finnum bara opnar dyr. Þú ert komin með ellilaunin þín og veist ekki að vera þennan tal, segjum það. Taka nú held ég fáir undir það. Kirkjan er opin, drengur. Og það er örugglega hægt að koma þér í eitthvað verk þar. Það er alltaf hægt að sopa gólf, maður, eða kona. Það er alltaf hægt að skúra klósett og eldhús, kona eða maður. Þú þarft engin laun af því þú hefur laun. En þú getur gert gagn, hellingsgagn. En þú ert kannski ekki kirkjunnar maður. Það er ekki allir kirkjunnar menn. En ég veit menn og konur sem eru kirkjunnar menn, eru konir að vinnumarkaðnum, hvort það er að þjóna í kirkjunni bara vegna þess að það er komið á ellinu, veit ég ekki. Ég efast reyndar að það endilega fylgir með í pakkanum. En þetta er bara ábending, leyfum þessu bara fylgja með í pakkanum. Ef þú hefur áhuga fyrir þessu, bara drífðu þig. Hvað ætlar að gera? Ég veit ekkert það. En ég er nokkuð viss að það er hægt að koma einhvers stað fyrir. En þá kemur upp skeifan úr skúffan, ég gerum nú ekkert á þetta. Þú ert að velja bara onni þig. En það er ekki rétt hugsun. Og það er ég búinn að sjá. Ég er nú búinn að takast á við alls konar verkefni og vitið að þetta er allt jafn slæmt og eða jafn gott. Gott segi ég nú því að mér líka nú yfirleitt bara vel við það sem ég er að takast á við. Engin mæða. Ég var mjög þakkláttur fyrir það þegar ég komst á ellilaunin. Ég var reyndar byrjaður að þjóna í kirkjunni þá og var svona blankur og allavega á milli og komst á einhverja bætur og ég held ég að nú verið komin á einhverja bætur svona til frambúðar, ég held það nú. En þær voru mjög lágar. Svo fer nú herra Konráð á ellilaun. Vá, hátíkjumaður. Og þannig upplýði það. Fullar hendur fjár. Ég er líklega svo eini í ellideildinni sem að segja þetta. En þetta er það sem ég upplýði. Þetta vissi ég það að ég var engin Milli, ég sagði mig Milla, kallaði mig Milla. Nú er ég Milli. En þetta hefur dugað mér, vitið það, þetta hefur dugað mér alveg rosalega vel. Ég er ekki með neitt nema bara ellilaunin mín og ég man nú ekki einu sinni hver þau eru. Hvað eru ellilaunin á? Eru þau 400.000? Nei, ég maður það ekki. Ég hef nú getað gert það sem ég hef viljað bara hingað til og nú er ég að velta fyrir mér að fara erlendis í 2 vikur kannski. Já, ég held að ef að Drottinn opnar leiðina þá fer ég. Það þarf að fara til Bretlands aftur. Það er aldrei að vita, það getur vel verið að ég myndi gera það eða. Eins og ég margoft sagt hér, þá fór ég til Liverpool og ég fannst flott að vera þar. Að labba göturnar sem bílarnir gengu á maður, það er nú ekkert lítið. En ég labbaði nú ekki allar göturnar sem að bílarnir gengu á. Ég kom til heimilis George Harrisonar og Paul McCartney og sá heimili John Lennons svona í fjarska. Þá var ég mér út og mér var ákvað að benna. Þarna bjó Lennon sem krakki. Gaman að sjá það. En ég sá ekki, ég fór náttúrulega að fara allir til Strawberry Fields garðsins og mynda sig við hliðið. Það var ekkert opinn þá og ég held að sé opinn núna.
Þannig að það aldrei að vita hann að komið þar. Og það var alltaf meiningin, og ég myndi örugglega gera það núna, þannig að ef þú ætlar að koma með mér, þá endilega var það að panta far. Og ég fór aldrei yfir til London. Ég hugsa að já, kannski færi ég bara til London og þaðan til Liverpool í einhvern smá tíma, eða kannski það skiptir ekki máli. Þar nefnilega hellingssvæði sem að Bítlarnir voru á. Þar til dæmis Abbey Road hljóðverið og eignuðust þeir ekki svo Abbey Road. Mér minnir það var það ekki þannig. En allavega til að byrja með þá held ég að aðrir hafa átt að héta þá kannski eitthvað annað. Það skiptir ekki máli, ég man ekki alveg hvernig þetta. En þetta eru allt saman sögustaðir. Ég hefði getað og myndi örugglega skoða bygginguna sem að þeir spiluðu tónleikana á upp á þaki. Þetta er nú frægt í sögunni og menn ennþá muna hvað þeir voru undrandi þegar allt í einu fór að berast tónar af þessu þaki. Hvað er nú að vera? Svo þekktu tónana, þetta er Bítlarnir, þekkir nú þessi lög. Og það var fullt af liði sem að stoppaði þarna fyrir framann og hlustaði. En Bítlarnir voru ekki hverjir sem er. Er þetta rangt að tala svona? Sjálfur Guðsmaður. Veistu það, mér er alveg sama hvað þér finnst vera rangt. En þetta er það sem ég geri og ég skammast mér ekki til það. Ég er jafn trúað fyrir það þó að þér finnist eitthvað annað. Ekki svo að skilja að þú hafi neina skoðun á því. En við erum að gera þátt, en eitt þátt sem ekki eru lengur neitt reglulegi þættir. Þeir gerast bara svona eftir dint og dant. Og ég reyndar hef alltaf gert það. Það verður alltaf svona núna, það var ekki til að byrja með, hefur núna síðustu skiptin verið svona bil á milli þáttana. Og við erum allavega hérna þennan dag og kannski gerum við eitthvað meira, tökum smá törn núna, ég bara veit það ekki. Kannski heldur þetta bara áfram, það verður bara komið ljós. En þetta er allavega staðan hér og nú og ég veit ekki hvað ég er búinn að vera lengi því ég gleymdi að taka fram klukkuna. Nú er ég að setja upp gleraugun og þá er ég búinn að tala í, hálftíma, meira. Ég var að bæta við 5 mínútum og hafa þetta 40 mínútur. Þetta er svo gott hjá okkur. Þetta er svo skemmtilega. Eiginir, orð Guðs er málið. Og orð Guðs kemur manni alltaf á lappirnar aftur. Þú getur farið víðan völl, eins og heyrir mér nú þennan kall gera stundum. En á endanum, leið og nefnir orð Guðs, þá fer hann þangað. Áfyrir, Drottinn sér allt. Hann getur alveg leyft okkur að taka svona sveigju. En það endar alltaf með því að hann kemur þér aftur inn í byrjunina. Og byrjuninu var Guðs orð. Svo tókstu Bítlasveigju. Ég geri það nú stundum. En svo er ég aftur komin í Guðs orð. Þannig að hringrásin er til staðar. Hringrásin er þessi. Fyrir þennan einstakling. Þú gerir þetta allt öðru sem heldur en ég. Þú kemur með þetta svoleiðis uppskrifað og nellt. Það verður kannski bara leiðilegt. Ég veit það ekki. En svona ræður geta alveg verið skemmtilegar. Fáar ræður eru kannski mjög skemmtilegar. En það geta alveg verið það. Það bara fer eftir í hvernig ræðumaður er. Hvernig hann er. Hvernig hann gerir þetta. Ég veit það ekki, ég hef nú bara valið fyrir mína part að vera bara frjáls í þessu. Ég nenni ekki að vera með einhverja uppgerðar svip og stæla. Ég með hatt, nú tek ég hann af mig til að setja hann á mig aftur. Ég finnst svo gaman þegar ég tek af mér hattin og setja á mig aftur. Fínu hattur, búin að eiga hann í mörg ár. Keypti hann hjá Herra Amazon eða ég keypti þennan í einhverju búð í Reykjavík, fatabúð. Svo keypti ég mér annan hjá Herra Amazon. Ég vesla mikið, það reyndar ekkert mikið núna, ég veslaði svolítið hjá þeim.
og skammast minn ekki til það, er góð veislu. Svo fyrir auðvitað það að þá verður þessi netþjónusta, þessar sendingar á milli, þetta er orðið svo flott. Þú þarft ekki að bíða í 5 mánuði eftir vöru. Sumar vörur koma bara 3-4 dögum seinna. Svona mjög svepa og fara bara út í búð, það er náttúrulega ekki alveg eins. Og þú farið þetta sendt heim. Já, þú getur líka sótt að þú vilt, þú getur líka fengið það heimsend. Þannig að þjónustan er alveg frábær. Þannig að það hefur alltaf mann skánandi mikil að muna. En hérna, segjum þetta gott núna og við gerum kannski borðspjall, sjáum til með það. Konráð kveður.